Jæja, við erum hérna í litlu dæmi. Fyrirtæki kaupir 1920 kassa frá heildsölu. Verðið er 420 krónur fyrir hvern kassa. Fyrirtækið fær 5% afslátt af fyrstu 1000 kössunum en 8% af öllum umfram 1000. Hve mikið þarf fyrirtækið að greiða fyrir kassan? Nú, það fær 5% afslátt af fyrstu 1000 kössunum. 5% afsláttu þýðir að 95% af verðinu er eftir af 100% verðinu sem þýðir að verðið er 399 krónur með 5% afslátt. En svo umfram 1000 kassa þar fær viðkomandi 8% afslátt sem þýðir að hann er að borga 92% af fullu verði. Og ef við tökum 420 sinni 0,92 þá sjáum við að fullt verð með 8% verð með 8% afslætti er 386,40 kr. Það þýðir að fyrstu 1000 kassarnir er að fara 399 krónur. Heildarverðið þar er þá 399.000 krónur. En næstu 920 kassar eru með 8% afslætti sem þýðir að þeir eru að fara 386,40 kr. Og samtals er það þá 355.488. Heildarverð þessara 1920 kassa er þá 754.488 krónur. Hérna í þessu dæmi, hvert er söluverð vöru með virðisaukaskatt ef innkaupsverðið er 2715. Álagningin er 20% og vaskur er 24,5%. Hvert er söluverðið með vask? Nú, það eru tvær leiðir hægt að fara í þessu dæmi. Fyrir að fyrsta, hér er verðið 2715 og það er að setja álagningun á fyrst, þá fæ ég 3258 og ef ég tek það verð og margfalda svo með 1 skattinum, þá fæ ég út verðið hérna með virðisaukaskatti er 4056,21 eyri. En það er líka hægt að fara aðra leið og það er ég get ekki innkaupsverðið, sinnum 1 álagningin, sinnum 1 vask, þá fæ ég út söluverðið með vask. Eða 2715 sinnum 1,2 sinnum 1,245, þá fæ ég beint verðið 4056,21 eyri. Takk fyrir. Í þessu dæmi þá segir hann hve miklum virðisaukaskatti á að skila til ríkissjóðs ef söluverð vöru með 24,5% vask er 4.056,21. Nú, það sem borgar sig að gera í þessu dæmi er að ef þú tekur 4.056,21 og deilir með 1 skattinum, þá færðu út 3.258 krónur. Og söluverðið með skatti 4.056,21, án skatti 4.258, það þýðir að virðisaukaskatturinn 798 krónur.